Nú, hér ekki tæktulegt að gera, stefnarinn 1 og við getum því bara beitt markgildisreglum beint. Hvernig lítur þetta út? Við höfum hér markgildið þegar x koma í stefnir á 2, mínus 1 fyrir x. Og hér höfum við markgildið, þá erum við búið með þennan hérna lið. Markgildið þegar gerum þetta hér einu sinni alveg eftir bókinni. X koma í stefnir á 2, mínus 1. Þá þessi hérna komin. Og svo höfum við x í öðru samfellt fall, þannig að við getum skrifað þetta svona samkvæmt markgildisreglum. Markgildið þegar x koma í stefnir á 2, mínus 1 af x og það allt í öðru veldi. Og svona til þess að einfalda þetta enn frekar, auðvitað gátum við sett tölurnar beint inn, en hér höfum við bara x, þannig að við segjum það bara x stefnir á 2 og hér höfum við x. Hér höfum við markgildið y stefnir á mínus 1 og hér y pluss markgildið þegar x stefnir á 2 og hér x og hérna það verður þetta grunnflipóan. Þetta samfellt fall, þannig að við getum sett markgildið undir annað veldi og nú þetta þægilegt. Við fáum hérna 2, hérna fáum við mínus 1, hérðan úr síðasta liðnum fáum við aftur 2 í öðru og við fáum þá mínus 2 pluss 4, þetta þá 2. Punktur. Auðvitað gerum við það nú sjaldnast að fara svona ítarlega í þetta, en það allt í lagi. Kannast við að það það sem maður gerir raun og veru. Lítum þá á næsta dæmi, númer 7. Hérna. Stakka þetta aðeins. Nú við, ég sé að ég hef verið að reikna dæmi 1. Já, bara lögum við það. Strólan. Svona. Þetta var þá eitt af heimadæmunum. Og skulum við líta á 3. Ég ætla að segja að þetta sé mikilvægt dæmi, það hægt að læra margt af því. Lítum aðeins á af hverju. Og við segjum þá markgildið. Og hér x koma í sem stefnir á 0,0. Fallið sem lítur svona út, x í öðru pluss y í öðru og móti í það til. Og það sem maður gerir nú oft þegar við sjáum eitthvað af þessari gerð hér, x í öðru pluss y í öðru, að skipta yfir í pólnýtt eða skautnýtt. Og þegar við gerum það, þá fáum við niðurstöðu eða minnst að kosti hugmynd af því hvernig við getum lest dæmið. Sjáum hvernig þetta fer. Og það alltaf eins. Nú setjum við þá x sinnum r sinnum kosinus af þetta og y verður þá r sinnum sinus af þetta. Nefnilega höfum við þetta hér. Við vorum að skoða fall eftir x ás og y ás. Við erum aðtóa að gerist þegar x-ið og y-ið stefnir á 0. Svona. Þetta kemur x-ið. Við erum svo að skoða hvað gerist eftir nýtt ásónum. En í staðin fyrir að gera það, þá stíkum við þetta í skautnitum. Þá höfum við hér eitthvað radius þegar við erum í tiltekinni fjarlægð og horn þetta og síðan þegar reyna að draga pring hérna svona
og þegar x og y stefna á 0 þá þýðir það sama og radíusinn sé að stefna á 0. Þetta á að vera hringur. Og þegar radíusinn minnkar þá sjáum við að við erum að stefna á 0,0 úr öllum áttum ef við lofum þetta að vera hvað sem er og nóg að taka hana frá 0 upp í 2π. Þannig að oft gefur þessi umritun upplýsingar sem við sjáum kannski ekki beint hér. Fyrst í stað þegar maður horfir á þetta hérna þá sjáum við að x öðru pluss y öðru fyrstu hugmynd er svo að manni finnst þetta stefna mun hraðar á 0 heldur en y-ið og markgildi ætti því allstað að vera 0. En sjáum hvað þetta hérna gefur okkur. Við höfum x jafnt r cos þeta og y jafnt r sin þeta. Og við vitum þá að radíusinn er r í x í öðru pluss y í öðru. Hvað höfum við þá? Þá setjum við r í öðru hér inn í staðinn fyrir þetta hérna og í staðinn fyrir y kemur náttúrulega r sin þeta. Við skulum bara skrifa þetta upp svona. Án markgildismerkja, sjáum bara hvernig þessi stæða hér lítur út. X í öðru á móti x í öðru pluss y í öðru á móti y verður þá þegar við umreiknum yfir í pólnit r í öðru á móti r sin þeta. Við sjáum að annar þátturinn hér styttist út á móti þessum hér er nefnara og við höfum þá r og síðan sin þeta. Allt í lagi, þetta stefnir á 0 þegar r stefnir á 0 en þeta og þeta er semst eitthvað annað heldur en margfeldi af pi og þeta er ekki ég sé bara k sinnum pi sem að k er heiltala. Því að ef að þeta er margfeldi af pi ef að k er 0 þá fáum við þetta hotn og síðan þetta hotn þegar k er 1, 2, 3 og svo framvegis. Þá höfum við sinus af 0 sinus af hotni sem að gefur okkur 0 og þá höfum við til kynna svona þess horfast þærri mynd að við þurfum að skoða hvað er að gerast eftir nýtásunum. Það er eitthvað alveg sérstakt að ferli aðeins ef við komum hér að 0 og svo þegar við komum hér að 0 og það er það sem við þurfum að skoða sérstaklega. Ef að hotnið er eitthvað annað, ef við nálgumst 0 eftir einhverjum öðrum leiðum þá er markgildi 0 en markgildi þarf að vera ótvírætt þannig við þurfum að rannsaka frekar þetta hér og við getum þá velti fyrir okkur hvernig við höfum að nálgast þetta. Nú hér er þá önnur mynd. Sjáum til dæmis að ef við förum eftir í-ásnum sett hann hérna, það er horfa x á sinn svona og með myndinni sem gerði fyrst þá þurfum við að hafa snúningsstefnuna þessa og ef við förum eftir í-ásnum þá er þeta hér 1 þannig að fallgildi kemur hér upp. Það er þá sama á r, það er sama radíusinn, minnka þá línulega hér og stefnir á 0 ef við færum hér eftir. Og eins ef að við erum hér í negatífa, eða komum negatífri stefnu í ásins, þá erum við með mínus 1 hér sem að við myndum okkur séu hér fyrir neðan planið og komum hér upp að 0. Og allstaðar nema á x-ásnum þá höfum við hér einhverja tölu, þannig að þetta er bara breyta sem að stefnir á 0 deilt með einhverju tölu.
og ekki er þetta gerast. Það sem að viljum við sjá að skoða, ef við komum eftir einhverjum ferli á axásnum, á hvað stefnir þetta hér. Ef þetta stefnir á 0, þá er markgildið til. Ef við getum fundið eitthvað annað heldur en 0 út úr þessu markgildi fyrir þetta, við höfum að skrifa stráktiltækið markgildið hér, lim r stefnir á 0, þá gildir af því að markgild og tvírætt að ekki til markgild fyrir fallið allt. Nú, það sem maður prófar er að fara þá eftir x-ásnum og láta í-ið vera einhverja tölu sinnum x í einhverju veldi k. K er þægilegt að taka hana bara sem einhverja heiltölu. Sem sagt k1, þá förum við línulega hér. Að 0. Ef k2, þá förum við eftir flegbúa hér að 0 og svo framvegis. Og sjáum hvað þetta gefur okkur. Nú, stikun í pólnýtum gaf okkur hugmyndunum hvað við höfum að skoða og þannig það sem maður gerir oft það er að setja, við höfum þá að setja öfslun jafnt og fasti sinnum x í einhverju veldi. Oftast stöðan og línulegt fall. Við höfum x í öðru pluss öfslun í öðru, nú skoðum það sem við höfum uppræðanlega á móti í. Einfældum þetta aðeins fyrst, við höfum x í öðru á móti öfslun, kljúfum bara hér upp nefnarann pluss í. Þetta er það sama. Látum að ég skoða bara stæðuna og tökum sem markgildi eftir. Við ætlum að láta í vera fasta sinnum x í veldinu k, það sem k er eitthvað tala, eitthvað föst tala. Við höfum þá hér x í öðru og hér höfum við hvað? M sinnum x í veldinu k og hér höfum við m sinnum x í veldinu k. Og nú skoðum við bara hvaða k við getum valið. Við sjáum ef við tökum k jafnt og 2, ef til dæmis k er 2, þá fæst að þetta markgildi x stefnir á 0 af x í öðru á móti mx í öðru pluss mx í öðru. Ég styttist x í öðru á móti í öðru. Þetta verður þá 1 á móti m og x stefnir á 0, svo þetta stefnir 0. Það stefnir á 0 og á móti m er ekki til. Og það bara hvort það er ekki öll óhætt í nefnara. Og ef svo er þá getum við stungið tölunni beint inn, því þá var ekkert hættulegt að gerast í kringu þennan punkt. Ef við setjum bara hér í huganum 1 inn í staðinn fyrir x, þá fá 1 minus 1, þetta er þá 0 og svo höfum við hér, það er bara cosinus af í er pi og cosinus af pi er minus 1, þannig að við höfum minus 1, þetta er bara 1, þannig að þetta er ekkert mál. Þá vitum við að við megum stefna bara setja töluna beint inn. Gerum það bara. Þetta er cosinus af 1 sinnum pi þarna og í nefnara höfum við 1 mínus 1 og mínus cosinus af pi. Cosinus af pi er mínus 1 og hér sögðu hvað þetta er mínus 1 þá, þetta er þá mínus 1 og svo getum við sagt markgildið er mínus 1. Það er það sem þetta þýðir.
Þetta var stutt gaman skemmtilegt. Nýtum það næst á 12.27 og þar hefur að reikna markgildið þegar x, y stefna á 0,0. Þar höfum við epsilon í þriðja í teljara, í nefnara höfum við x í öðru pluss epsilon í öðru. Stutta leiðin til þess að reikna þetta er að gera þetta bara svona. Kannski erum við að flýta okkur svolítið í prófi. Þá séum við að x er r cos þeta, epsilon er r sin þeta. Þá veitum við að þetta hér er r í öðru. Og er það ekki? X í öðru pluss epsilon í öðru er r í öðru cos í öðru þeta og hér höfum við r í öðru sin í öðru þeta. Við sjáum að hér er r í öðru sameiginlegur þáttur í hvorum lið, tökum þá út fyrir sviga og höfum þá eftir hér innan svigans cos í öðru þeta pluss sin í öðru þeta sem við vitum að er 1. Þannig að þetta er jú rétt. Þetta er þá þegar x og y stefna 0,0, þá stefnir radíusinn á 0. Þannig að við skrifum r stefnir á 0. Hér höfum við r í þriðja sin í þriðja af þetu. Hér höfum við þá r í öðru. Hér einfaldast málið, við fáum markgildið þegar r stefnir á 0 og hér stendur eftir r, þetta styttast út r í öðru og hérna höfum við sin í þriðja af þeta og þetta getur við að skrifa svona. Við sjáum að þegar stefnir á 0 þá getur þeta tekið hvaða gildi sem er. Þá höfum við lim hér, r stefnir á 0 af r og þetta er greinlega 0. Hér er ekkert varasamt að gerast í nefnara og formengi hvergi að stríða okkur, þannig að þetta er bara komið. Við skulum skoða þetta samt með annari aðferði líka af því það er skóli í því og þá lítum við á þetta svona. Athugum að hérna það er punkt sem sagt athugum að skrifa má, látum þetta bara að skrifa má, segjum þetta heiti f af x, y til styttingar. Þetta hér stæðan sem þarna var eða fallið x í öðru pluss epsilon í öðru. Við skrifum þetta sem epsilon sinnum epsilon í öðru á móti x í öðru pluss epsilon í öðru. Þá höfum við hér jákvæða stærð. Þetta hér er alltaf jákvæð stærð. Hér höfum við tölu í öðruveldi og hér höfum við summu tveggja talna í öðruveldi. Summu tveggja talna sem báðar eru öðruveldi, þannig þetta er alltaf stærri en 0 á meðan x og y eru ekki 0 samtímis. Og við sjáum að það sem er hér í teljara er alltaf minna heldur en það sem er nefnara, því að hér er jú þessi stærð. Ef við hugsum okkur smá stund, við strókum hér yfir þetta hérna og stendum hér eftir 1. Í öðru á móti í öðru er 1 og ef við bætum hér einhverju jákvæð við það sem er nefnara, þá fáum við heildin eitthvað sem er minni en 1. Og við getum því sagt að þessi jákvæða stærð þarna, hún liggur hér á milli. Það gildir alltaf. Nú og ef við tökum nú tölugildið af þessu hér, þá getum við líka sagt að
að 0. Við ætlum nefnilega að nálgast 0.inn úr 2 áttum, þannig skulum aðeins sjá hvernig þetta lítur út fyrir tölugildi. Við getum skoða þetta. Við getum nefnilega verið að koma að 0 fyrir -6 og -i eða neikvæð. Þannig að við getum skrifað tölugildi af x, i, sjáum bara hvað þetta gefur okkur. Það er þá tölugildi af þessu þarna. Þetta er alltaf jákvætt. Þannig að tölugildið af þessu er alltaf það sjálft. Þá stendur bara til tölugildið af i. Þetta er þá y í öðru á móti x í öðru pluss y í öðru. Og þetta hér er alltaf minni en 1. Þannig að eða í mesta lagi 1, þannig að við getum eftir jafnaðarmerki. Og svo lesa þetta lítur svona út. Þetta mátum við út frá þessu hér. Og hvað þýðir þetta? Þetta þýðir jú að mínus tölugildið af i er minna eða jafnt og f af x, i sem er minna heldur en tölugildið af i. Og þá er ekki annað að gera heldur en að beita klemmureglu. Eða öllu heldur, við tökum markgildi hér. Markgildi hér, ég ætla þá að breikka þess bilið. Við höfum það bara rautt. F af x, i. Þetta er þá minna heldur en tölugildið af i, svona, og svo tökum við bara markgildi. Látum núna i stefna á 0. Og hér getum við svo sem látið hérna höfum við nei, við gerum þetta bara betur. Þetta verður guðislegt. Við skulum núna taka markgildi og segja bara svo að hérna mínus, við tekjum það út fyrir markgildið þegar tölugildið af i hvað verður það þegar i stefnir á 0? Það klemmist hér á milli markgildið af upprunalega fallinu f af x, i þegar bæði x og i stefna á 0. Svona. Og þetta er þá minni jafnt og þetta hér. Markgildið þegar tölugildið af i. Hvert er markgildið tölugildið í þegar i stefnir á 0? Þetta er nokkuð ljóst. Þetta verður 0. Þetta er náttúrulega áfram þetta hér. Hvað var þetta? Y í þriðja deilt með x í öðru pluss y í öðru þegar x, i stefnir á 0,0 tölugildið i stefnir á 0 þegar i stefnir á 0. Svo þetta er 0. Og klemmu, við sjáum þá að þetta markgildi hér klemmist á milli 0 og 0 og er því sjálft 0 samkvæmt klemmureglu. Skrifum við hér. Og ég held að ég hafi ekki fleiri dæmi á þessu svo ég geti sendt þetta inn. Eða klemmuregla gefur þá að þetta markgildi sem vorum að reikna x, i sem stefnir á og að pennin að gefa sig, það er fínt að hvíla sig 0,0 y í þriðja á móti x í öðru pluss y í öðru. Þetta er þá 0 sem þetta bara gott.